að skoða brjóstakrabbameinsgen sem að styðja við þá framgang brjóstaæxla og við fundum eitt gen sem heitir VAFMP1. Það mjög mikið magn af þessu prótíni í einni undirgerð brjóstaæxla og það mikið af því að þá hafa sjúklingarnir verri horfur og við erum að skoða núna í frumulínum hvernig þetta prótín hefur áhrif á þá frumuvöxt og annað sem ýtir undir krabbameinsþróun. Það mun búa til meiri þekkingu og þá verður hægt að rannsaka meira, en líka að því meira sem við vitum þetta ákveðna prótín, þá gerum okkur vonum að það verði hægt að nota það til þess að segja spá fyrir horfur sjúklingana og líka þegar maður kemur aðeins svona lengra í framtíðina, hvort það verður hægt að nota þetta prótín eða annað sem tengist í á einhvern hátt til þess að þróun í lyfið annað gegn brjóstaæxlum. Það hefur við alltaf að leiða ljósi þegar við erum að gera þessar rannsóknir.